Það sem við höfum verið að læra í viðbót í síðustu mælingaverkefnum, það eru stýringar á týristörum og trægum. Og hérna er sem sagt úr skýrslunni sem við höfum verið að taka mælingar í, mælingaverkefni 14. Þá vorum við með brúafriðun og týristor. Þannig að þá erum við að nýta bæði hálfriðin og hér erum við með sem sagt stýrða heilbylgju afriðun. Þessi aðferð heitir stýrð heilbylgju afriðun. Og sem sagt, hvernig er heilbylgju afriðun óstýrð? Þetta er óstýrð heilbylgju afriðun, bara 4 díóður, það er bara brúin. En þegar við erum að klippa á þessa spennu, þessa jákvæðu spennutoppa hérna, eða þessa sínusbylgjuhelminga, jákvæðu spennu, að þá erum við komin með stýrða heilbylgju afriðun. Með stýrð. Hérna erum við með stýrða heilbylgju afriðun. Hér erum við að fá stýripúls á mismunandi tíma og eftir sem að stýripúlsinn kemur seinna, þá þeim mun minni spennu fáum við peruna, minna ljós yfir peruna. Þannig að við mældum líklega minnsta opnuhornið líka. Það er alltaf einhver smá innbyggð seinkun í rásina, þess vegna erum við ekki með alla þessa spennu inn. Þegar við erum með stillimótstöðuna stilta á mesta ljósmagnið, þá missum við aðeins af hérna ákveðnum tíma vegna innbyggðrar seinkunar í rásinni sem að samanstendur af því að við þurfum að hlaða þéttinu og yfirvinna brotspennu unijunction transistorsins og þannig að við fáum ekki púlsinn alveg við 0 gráðurnar, þegar við missum nokkra gráður. Og ætli við höfum fundið hvar var minnsta opnunarhornið. Sjá, var það hérna einhvers staðar í, já, minnsta opnunarhornið eða kveikjuhornið hérna, það er 19,8 gráður sem að við missum af riðbylgjunni fyrir peruna, eða álægið. Þannig að eftir þetta er líklega 1,1 millisekundur eða 19,8 gráður, þá fáum við púls og það er mesta spenna sem við getum fengið á peruna, álægið. Og hérna er þetta við 60 gráður. Eftir 60 gráður frá núllinu hérna, og það er 3,3 millisekundur hingað, þá fáum við púls og þá sem sagt hleðst þéttirinn upp og þannig að það tekur hann þá í þessum 60 gráðum, þá tekur hann það bil 3,3 millisekundur að hlaðast upp í brotspennu unijunction transistorsins og við það opnar transistorinn og hleypir púlsi, stýripúlsinn og stýriskautið á týristornum, oft kallað svona gate á ensku, týristornum, og R5 afhleður líka þéttin sem að R5 er bara hliðtengt hérna við stýriskautið. Það þarf bara stuttan púls inn á stýriskautið til þess að opna fyrir leiðin í gegnum týristorinn og þá verður spennan á stýrirásinni 0 volt en öll spennan fer yfir álægið. Og það sjáum við á þessari mynd hérna að spennan dettur hérna niður í 0. Þetta er tekið við 90 gráða opnunarhorn en þá fer spennan hérna niður í 0 volt á milli og síðan byrjar spennan aftur að hlaðast upp hérna, þéttirinn að hlaðast upp hérna og við fáum spennu yfir senedíóðana hérna, yfir rásina, yfir stýrirásina. Þetta er að spenna stýrirásarinnar og það er jafnframt senespennan.
Þannig að sennusdíóðan hérna, þessi hérna D2, hún byggir yfir sig spennu og heldur spennunni á stýrirásinni hérna. Og þetta viðnám hérna R1 er náttúrulega bara til þess að lækka spennuna niður fyrir stýrirásina og í rauninni að verja R1 til þess að verja sennudíóðuna fyrir því að fá of mikinn straum. R1 til þess að sennudíóðan fái hæfilegan straum í gegnum sig. Og vinnur það með sennudíóðinni í það að það sé hérna 7,5 volta sennuspennan hérna yfir stýrirásina. Og þá hleðst þéttirinn upp og þegar þéttirinn er komin upp í brotspennu iondivisionstransistorsins sem er þarna 6,2 volt, að þá kemur stýripúls inn á stýriskautið og þess vegna dettur spennan hérna beint niður í 0 volt, svona næstu í 0 volt hérna. Og þá sjáum við hérna að það kemur púls sem að í rauninni það byrja jafn hár og spenna þéttisins inn á stýriskautið og síðan afhleðst þéttirinn hérna. Og svo hleðst þéttirinn aftur upp og afhleðst hérna þegar að stýripúlsinn kemur. Þannig að hérna díóðan heldur fastri spennu í stýrisrásina á meðan að hún er að vinna hlaðið þéttinn og síðan hérna brotnar transistorinn við 6,2 volt og það tekur viðnámið 5,6 mikrosekundur að afhlaða þéttinn. Þetta er mjög stuttur púls á týristorinn. Og síðan hérna skoðum við áfram rás sem að væri bara með einni díóðu eða ekki einu sinni, bara afreiðisdíóðu fyrir stýrirásina og síðan væru við bara með týristorinn í rásinni en ekki brú. Skoðum það er í sýnidæmi sem að við eigum hérna undir efni. Það eru hérna sýnidæmið sem að eru hér og við þurfum að fylla inn í þau til þess að átta okkur á hvað er að gerast í rásunum. Við sjáum hér, hér erum við, hérna erum við reyndar með 4 díóður eins og við vorum með. Það var hérna, tímadæmi 4 merkt hérna. Þetta er úr 200 áfanganum og sem að ferður niður í áfangan. Og þarna sjáum við hvernig minnsta opnunarhornið kannski hér. Þetta gerist við reyndar 35 gráður. Þetta reyndar ekki minnsta opnunarhornið, heldur 35 gráður. Þá fáum við jákvæða spenna yfir peruna og þetta er spennan yfir týristorinn. Það hleðst upp spennan yfir týristorinn og svo fer hún í nánast 0 volt, kannski 1,5 volt á milli. Hleðst upp og afhleðst, það myndast spenna yfir týristorinn og meðan að þéttirinn er hlaðast upp, svo fáum við stýrið púls og þá dettur spennan niður í 0 volt yfir týristorinn en restin af spennunni inn fer yfir peruna. Og þá sjáum við til dæmis hérna, hér er hérna yfir týristorinn, hér er aldrei nein neikvæð spenna yfir týristorinn vegna þess að við erum með þessa 4 díóður til þess að afriða. Það verður bara spenna yfir týristorinn, svo dettur spennan niður í 0 þegar stýripúlsinn kemur og svo er spennan á týristornum þar til að við fáum stýripúls og U-pera er sýnt hérna. Þetta er eitthvað opnahóll sem meira en 90 gráður. Sennilega við 120 gráður opnahóll. Já, þetta er 120 gráður opnahóll. Og þannig að, já, þannig lítur þetta út. Þannig að hérna, afriðaða spennan, hún skilar sér yfir
týristorinn og það sem er ekki yfir týristorinn, restin af spennu týristorsins fer þá yfir peruna. En ef það væri slökkt á perunni þá væri öll þessi afriðaspenna yfir týristorinn. Þá færi bara spenna hérna inn í 0 aftur. En hér er stýripúls við 120 gráður. Ok, síðan þá ætla ég loksins að skoða hvað gerist ef við erum bara með bara með einn týristor í rásin og enga afriðisbrú fyrir framan. Það skoðum við hérna. Að þá erum við bara með stýrða hálfbylgju afrið, ekki stýrða heilbylgju afrið eins og við vorum með. Við vorum með brú 4 díóður, heilbylgju afriðin og við gátum stýrt henni með týristornum. En núna erum við bara með einn týristor og bara með díóðu til þess að afriða fyrir stýrirásina. Við erum ekki með 4 díóður hérna, bara einn týristor fyrir álagið. Þá fáum við náttúrulega lægri spennu yfir álagið, en það getur verið allt í lagi í einhverjum tilfellum að hafa þetta bara svona. Og þá er spennan öðruvísi yfir týristorinn. Hér fáum við líka neikvæða spennu yfir týristorinn. Kemur hérna, öll neikvæða spennan á riðbylgjunni fellur yfir týristorinn. Svo að fyrst hérna byrjar spennan að vera jákvæð hérna og þá byggist hún hérna yfir týristorinn þar til við fáum stýripúls við 90 gráður. Svo hérna 90 gráðar, þá kemur stýripúls. Þá dettur spenna týristorsins niður í svona mjög lága spennu, kannski 1,5 volt eitthvað slíkt. En restin af spennunni fer yfir peruna, eða hinn helmingurinn. Og svo þurfum við að bíða eftir því að klárist neikvæða hálfriðið og þar til að fáum aftur púls. Opnum fyrir týristorinn, eða sem sagt í núllinu þá verður ekki spennanleikur neikvæð yfir týristorinn, heldur byggist upp í jákvæða spennu og þegar við komum upp í 90 gráðar þá fáum við púlsinn aftur og þá hoppar spennan yfir á peruna frá týristornum. Týristorinn dettur inn í 0 volt næstum, en peran fær sína spennu. Það er það sem gerist. Og þannig að hérna fáum við helmingi sjaldnar svona púlsa heldur en í heilbylgju. Þegar þetta er hálfbylgju afriðin í rauninni, en þetta er stýrð hálfbylgju afriðin. Og svo allra síðasta sem við gerum það núna, það er að skoða hvernig erum að stjórna þegar við erum með træak. Díak og tríak, hérna er stýrirás og yfir þá erum við með 2 tímastuðla fyrir framan díakinn. Það er til þess að auka stöðugleika við svona dauft ljós. Þegar er dauft ljós þá köllum við að það sé stórt opnunarhorn. Þá er ekki eins og hérna er til dæmis lítið opnunarhorn, en þegar við stórt opnunarhorn þá líður dálítið langur tími áður við fáum púls. Það væri hérna þegar væri lítið spenna yfir peruna. En það er einmitt til þess að peran sé ekki á flökti, sé ekki óstöðugt ljósið á henni. Þá erum við með 2 tímastuðla. Og það er eins og hérna eru 2 tímastuðlar. Það er stillimjóðstöðan R1 og C1, það er annar tímastuðlinn og hinn tímastuðlinn er R2 og C2. Og það sem að gerist hérna, hér erum við að vinna með riðspennuna og þetta er dimmer, ljósdeyfir. Og við opnum hérna með díak. Díakinn hann þarf að byggja þessi ákveðna spennu áður en hann hleypir straum í gegnum sig. Við ákveðna brotspennu díaksins. Þannig að hérna þegar að þéttirinn hefur hlaðist C1 hérna til dæmis, hefur hlaðist upp í brotspennu díaksins hérna, þá myndast púls inn á tríakinn
inn á geitið á tréknum og þá opnar hann fyrir jákvæða hlutarrifbylgjuna hérna, síðan býður hann hér, spennan hleðst upp neikvæð yfir þéttin, þetta er nefnilega plastþéttir, hann þolir að hlaðast upp hvernig sem póluninn getur verið með mismunandi pólun, þéttirinn, hann hleðst upp í neikvæða átt og þegar að þéttirinn komin í mínus brotspennu dx-ins, að þá myndast púls og opnar neikvæði púlsinn inn á geit, hann opnar fyrir trékinn í neikvæða straumstefnu og þá fáum við neikvæða spennu yfir álagið. Þannig að við fáum svona klippta riðspennu yfir álagið. En það sem vantar á spennuna yfir peruna, það fellur yfir trékinn. Það byrjar að myndast spenna við trékinn hérna fyrst, svo kemur stýripúls, þá færist spennan yfir á álagið, en spenna tréksins dettur niður í næstu því 0 volt. Kannski líka eitthvað svona 1,3 volt til 3 volt svoleiðis, þegar þetta er stærð tréka. Og svo í neikvæða átt þá byrjar spennan að myndast yfir trékinn, svo kemur stýripúls og þá dettur spennan niður í 0, en spennan færist yfir á álagið, yfir á peruna. Þannig að hér er talsvert ljósmagn á perunni núna og síðan myndum við ef að stýripúlsinn kemur seinna, til þessi 90 gráður, að þá myndi trékinn fá spennu alveg hérna upp að 90 gráðum og síðan myndi skiptast yfir á peruna. En hérna gerist þetta við líklega 30 gráður, ef ég man rétt, 30, 60, 90, jú. Hvað er það helsta notkunin fyrir tréka? Það er að stjórna straum í fasastýringum, þetta er kölluð fasastýring, að stilla straum eða afl á einhverju tæki, á hitara eða á lýsingu, á glóperum. Þeir eru aðalega notaði glóperur, ekki neitt lent, eiginlega ekki, eða reynt að nota þá líka fyrir einhver sérstaklega gerðir á LED-perum sem eru sérstaklega útbúnar fyrir svona trékrásir eða stýrt af trékum, en það er orðið frekar óalgengt kannski, eða ég veit ekki hvernig markaðurinn er núna, að þetta er þá, og lengst framan var þetta aðalega fyrir glóperur eða bara til þess að stilla einhverja hitara, eða stjórna hita á einhverju elementum, hitöldum. Það er líka hægt. Og þá er það mjög nákvæm stýring á ákveðnum hita. Ef það gemur hérna hitari í staðinn fyrir álag, element í staðinn fyrir álagið. Og þannig að þetta er notað í það, og eins er þetta líka notað í svona búnað eins og hérna. Inn í þessum kassa hérna er svona tríak líka og hann kveikir sem næst 0 gráðum og slekkur líka sem næst 0 gráðum til þess að fá sem minnsta truflanir. Og þetta er svona stýring sem er bara inn í þessum kassa, að þá er bara ljóstengi hérna sem að opna fyrir lítinn trék sem er með ljósnæman flöt á geit, og hérna er svona zero crossing circuit, þannig að það reynir að opna sem næst við núllið, og þetta er í rauninni kölluð núllpunktsstýring, það reynir að kveikja við sem næst núllinu, og þannig að myndist ekki truflanir þegar verið að slökkva og kveikja. Og þetta er ekki verið að kveikja neitt mjög oft á þessu, þetta er til dæmis sjaldgæft. Til dæmis getur verið að stjórna rafmagnsofnum sem eru settu á vegg, svona veggofna, þilofna. Þannig að þá myndum við sleppa því að vera með segulrófa til þess að kveikja á þeim,
því að segulróða mynda neista og þá hérna er líka þessi búnaður gæti líka nýst ef við værum með svona sprengjuhættustaði. Það er svona snöggarás. Hvað segirðu? En það er allt saman bara snöggarás? Nei, snöggarásin er rauninni bara til þess að hjálpa honum til þess að loka. Hjálpa honum að loka? Já. Og það er til þess að hægja á straumbreytingum, á spennubreitingum. Jú, já, sem sagt, þegar að verða miklar spennubreitingar, þegar verða til dæmis að ef það eru trækar sem að slökkva á rauðbylgju eins og hér, já, það er reyndar ekki sýnt hér, en við vorum með dimmer í raflagnaefni og hann byrjaði að kveikja við núllpunktinn og síðan slökkti hann á rásinni og þar þurfum við snöggarás til þess að hægja á spennubreitingunni og það hjálpar træeknum til þess að byggja upp hindrunarsvæði, sem sagt, hjálpar honum til þess að loka fyrir strauminn í gegnum sig. Það er tilgangurinn með snöggarásinni. Þéttir og viðnám, sjáðu snöggarásina hérna, það er þéttir og viðnám, þannig að þetta hægir aðeins á spennubreitingunni. Og það hjálpar træeknum til að loka fyrir strauminn, sem að þegar þetta gerist mjög hratt. Ok, en núllpunktstýringin er rauninni svona að við erum annarkvæmt bara með spennu eða ekki spennu, sem sagt. Við spennum svo bara kveikir hann við núllið og svo er bara þetta í gangi í einhverja klukkutíma eða 20 mínútur eða eitthvað og svo slökkum við bara. Þarna erum við ekki að kveikja og slökkva rosalega hratt í núllpunktstýringunni. Hún er ekki notuð þannig. Hún er bara til að kveikja, setja ofnana í gang og bíða hita upp og svo náttúrulega hver ofn kannski með sitt termostat þess vegna, stiltur ákveðið hitastig, en þetta getur verið með hitastýringu sem væri tengt við núllpunktstýringuna og þá væri þetta sjaldan sem þetta væri að fara inn, kannski svona 10 mínútna fresti eða eitthvað svoleiðis, sko. Þetta er mjög hægvirk notkun yfir þessa núllpunktstýringu. Það sem við erum með þetta, svona græjur. Þetta er svona það sem við erum með træekinn inn í þessum kubb og þarna erum við með aðskildar rásir, sko. Það er ljóstengi þarna á milli. Eins og við sjáum þetta er ljóstengi hérna, þannig að það getur verið með stýrirás sem það er á lægri spennu. En fasastýring er hins vegar það sem við vorum að skoða áðan. Það er sem sagt þessi dimmerrás. Þetta hérna er fasastýring kölluð. Það sem við erum að kveikja á einhverju eftir einhverja ákveðna gráður. Til dæmis að byrja spenna að byggjast upp við trékinn og svo kemur stýripúls og þá kemur restin af spenninni yfir peruna. Þetta er kölluð fasastýring sem við vorum að spá í. Hérna er sem lítið ljós yfir peruna til dæmis, en hérna kemur spennan mjög lítið yfir trékinn og síðan mesta spennan yfir peruna hérna, þannig að þetta er svona stýripúls við cirka 45 gráður. En hérna var stýripúls við 90 gráður. Og þetta er kölluð fasastýring. Þannig að við erum að bíða eftir ákveðnu opnunarhorni eða þéttirinn að hlaðast upp og þá kemur stýripúls. Fasastýring er hérna vinstra megin og núllpunktstýring hægra megin sem gerist bara hægt og rólega. Kveikja og svo líður klukkutími eða margir tugir mínútna og svo slökkum við. Þannig að það er svona meira hæg stýring. Ok, þannig að þetta er svona það sem við þurfum að fara í fyrir lokaprófið, lokamannstáttin og bara aðeins hlutverk. Hvenær? Það verður á þriðjudagsmorguninum, er það ekki?
Ég vona það rétt. Í næstu viku, þriðjudagsmorguninn. Hvar setti ég þetta hérna í innuna? Þið sjáu þetta í innunni. Ha? Við skulum sjá, ranntækni. Já. Býtum við. Lykilmannsþáttur 28. 15:30. Já. Ok. Já. Hvernig er það? Já, nei, ég er ruglast saman við annan áfanga. Já, mánudaginn. Hvernig líst ykkur á það? Er það ekki bara fínn tími? 28. Já, það er ekki á þriðjudaginn, það er á mánudaginn. Þarna seinni part dagsins, 15:30. Ok, en sem sagt aðeins varðandi hlutverk í hlutana áður en við hættum, bara stutt. Að hérna í dimmerásinni þá er hérna hlutverk þéttana eða þéttis að hægja á eða búa til með viðnáminu sem sagt seinkun á því hvenær við opnum fyrir spennuna, hvenær við klippum á riðspennuna, hvenær við hérna fáum spennu inn á álagið og þannig að við getum stjórnað opnunarhorninu á spennunni. Og díakinn, hann er til þess að hleypa ekki bara strax spennu inn á geitið, heldur hleypa spennu á ákveðnum tíma inn á geit, alltaf reglulega. Hann byggir yfir sig spennu og þegar hann brotnar niður, það er alltaf ákveðin brotspenna í díaknum, þannig að díakunin hefur það hlutverk að gefa stýripúls inn á tríakinn alltaf á sama tíma. Díakunin hefur hlutverk að hleypa stýripúlsi inn á tríakinn alltaf á sama tíma við mismunandi stórt opnunarhorn. Okay. Og svo hefur bara tríakkurinn það hlutverk að hleypa riðspennu inn á álagið við innstilt opnunarhorn. Ok, þetta var dimmerinn og svo stjórnum við opnunarhorninu með stilli viðnáminu hérna og stillum þá hversu hratt þéttirinn eða hversu hægt þéttirinn er að hlaðast upp. Ok, til þess að fá mismunandi ljósmagn á álagið. Og síðan hérna varðandi hina rásina, aðeins hlutverkin á þessari rás hérna, þá er sem sagt til dæmis hlutverk týristórsins hérna er að opna fyrir spenna inn á álagið við ákveðið opnunarhorn. Síðan hlutverk stýrirásarinnar hérna er að gefa stýripúls við ákveðið opnunarhorn og hlutverk unidensur-transistorsins er að hann er með ákveðna brotspennu og það er að gefa stýripúls inn á stýriskautið á týristjórnum við ákveðið opnunarhorn. Og hlutverk þéttisins og viðnámanna hérna R2 og R3 og C1 er að mynda tímastöður sem að við getum stjórnað hvenær við opnum fyrir týristjórnum. Sem sagt, við búum til hérna tímaseinkun með viðnáminu og þéttinum sem sagt og við stjórnum því við hvaða opnunarhorn við opnum strauminn inn á álagið. Senedíóan hefur það hlutverk að halda spennu yfir stýrirásina, réttri spennu yfir stýrirásina og þessi díóa er að afriða fyrir stýrirásina. Og R1 hérna er að verja
senendíóna fyrir of miklum straum á senendíóna og restina af stýrirásinni fyrir of miklum straum. Ok, og hitt er bara spennu deiling R4 og R5 afleiðu þéttin, R4 spennu deiling fyrir transistorinn og R5 afleiður þéttin. C1. Já, heyrðu, þá held ég sé búin að fara yfir allt saman. Takk fyrir. Og nú ætti tíminn að vera löngu búinn, en ég þakka ykkur fyrir. Þetta er síðustu atriði fyrir próf, lokaprófið á mánudaginn.